Þá höldum við áfram hérna í föstudagsþættinum. Það var ansi áhugaverður fyrirlestur haldinn á Dalvík á dögunum sem bar yfirskriftina Því ég er kominn heim og fjallaði það þegar brottfluttir landsbyggðarbúar flytja aftur heim eftir að hafa dvalið fjarri heimahögum og það eru komnar tvær til mín hérna Anna Dóra og Björk Hólm sem að svona áttu skipulagðir fyrirlesturinn og þú fluttir erindi á fyrirlesturinn. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir. Björk, sko, hvernig kom þessi hugmynd til? Af hverju ákvaðstu að fara út í það að koma að fót svona fyrirlestri? Já, þetta verður raun og veru til af því að ég stend nákvæmlega í þessum sporum og ég flyt aftur heim fyrir svona, já, rúmu ári síðan og ég er núna bara nýbyrjuð að vinna í bókasafni Dalvíkurbyggðar, bókasafninu og Héraðsskjalasafninu og nýtekin þar við sem forstöðumaður og það hefur verið svona rík hefð fyrir hádegisfyrirlesturum og þetta var svona minn fyrsti hádegisfyrirlestur og ég hugsaði, þetta er ágætis tækifæri líka fyrir bara mig að kynna mig og svona segja fólki aðeins hver ég er en vildi samt alls ekki vera þarna ein að tala allan tíman. Þannig ég hugsaði bara svona hvað væri sem að ég gæti svona tengt við núna og ég er búin að vera mikið að pæla í þessu sinni flutti heim. Þetta er merkileg upplifun að koma aftur á einhvern stað þar sem að þú hefur valið að fara frá áður. Þannig ég fór svona bara aðeins að svona leiða hugann hvað hægt var að gera með þetta og ræddi þetta við marga á meðlandsunitóri og við einhvern veginn bara ákveðum að þetta geti verið skemmtilegt og eitthvað sem margir hefur mögulega skoðun á. Þannig að úr varða þetta fór svona. Anna Dóra, hvenær ferð þú og kemur aftur? Hver er þín saga í tengslum með þetta? Já, ég fer reyndar þegar ég er 23 ára en er 44 þegar ég kem tilbaka þannig að það liður 21 ár sem er ansi langur tími. Og hvernig var þín upplifun að koma tilbaka? Hún var í rauninni margþætt. Í fyrsta lagi þá ætlaði ég ekkert að koma tilbaka. Það var algjört bara eiginlega svona slys eða tilviljun, segjum við, að ég kom tilbaka. Og ég kom til þess að vera hjá föður mínu sem var orðinn mjög veikur og svo var ég ástfangin og ílengdist. Það var svo einfalt. Þú varst nú ekki svona lengi í burtu? Nei, ég var alls ekki svona lengi í burtu. Ég fór í raun og veru bara samt svona 16-17 ára og fór í menntaskóla fyrst og svo fór ég á eitthvað flakk og svo endaði ég með að búa bara í Reykjavík. Ætlaði mér, alveg eins og Anna Dóra, ekkert að fara að koma heim og sá mig aldrei fyrir mér á Dalvík. En svo bara einhvern veginn breyttust aðstæður. Ég var ólétt og þá fór ég svona að hugsa hvar ég vildi búa með lítið barn og þá einhvern veginn breyttist allt. Þá þurfti ég bara að vera nálægt mömmu minni til dæmis og íbúið að vera í Reykjavík var einhvern veginn ekki að vinna með okkur þar og við bara svona ákveðum að prófa, gefa svo 1 ár og prófa. Og ég hafði kannski, eitt af því sem stoppaði mig alltaf að flytja norður var að ég var ekki endilega að sjá fyrir mér að ég fengi atvinnu við mitt hæfi og eitthvað svona sem ég fyndist nógu spennandi til þess að vilja starfa við. En svo gerist það að ég fæ í raun og veru bara draumastarfið mitt á Dalvík þannig að auðvitað held ég áfram að vilja búa þar. En ég segi samt, það kom mér bara talsvert óvart þegar að ég skildi vilja flytja aftur heim, sko. Nú er allir munur á ykkur, náttúrulega bæði smá aldursmunur og þú kemur tilbaka eftir stutta fjarveru þannig séð með barn. Það er aðeins öðruvísi á þér eftir lengri fjarveru og ekki með barn. Er reynsla ykkar eitthvað mismunandi? Ég held hún klárlega sé hún mjög mismunandi. Hvernig þá? Ég kem náttúrulega eins og þú segir heim, talsvert eldri og er ekki með barn og ég held að mér leið dálítið mikið eins og útlendingi þegar ég kom tilbaka. Það var svona öðruvísi að koma tilbaka þegar maður orðinn þetta fullorðinn. Maður tengist ekki samfélaginu í gegnum til dæmis leikskóla eða grunnskóla. Það er til dæmis eitt. Ég held að það sé mjög sterkt að tengjast inn í samfélagið ef þú ert með lítið barn eða barn á grunnskóla aldrei, sem að ég var klárlega ekki. Ég líka flytt fyrst alveg inn í botn Skíðadals, þar sem að ég var fædd og uppalin. Og þannig að tenging mín með Dalvík var kannski svona á annan hátt, meiri gestur þar kannski. En mér leið klárlega svona svolítið mikið eins og útlendingi til að byrja með. Varstu einmana?
Já, ég held ég hefi sagt það þannig í fyrirlestunum daginn að fyrsta orðið sem ég detti í hug þegar ég hugsið til þessa tíma einmanaleiki. Já. Þetta er aðeins öðruvísi á því að þú kemst inn í samfélagið og eins og þú segir, gegnum leikskóla og... Já, og ég fer beint inn í sko mömmuhóp líka sem er svona mjög sterkt og svona styrkir mín félagslegu tengsl og einhvern veginn fólk sem ég hafði þekkt áður en ég flutti kynnist þeim aftur upp á nýtt einhvern veginn og ég upplifi mig ekki endilega sem gest heldur bara einhvern veginn eins og fólk voru að stoppa út á götu til þess að tjá mig það hvað þau voru glöð að við vorum komin í bæinn, fólk sem ég vissi ekki eins og vissi hver ég væri. Þannig að mér fannst svo áhugavert að einhver annar hefði skoðun á því hvar ég byggi. Svo fór ég líka samt að hugsa kannski snýst þetta ekkert mig, þetta snýst bara það að ég ung á barneigna aldri með barn að fjölga í bænum, kannski, eða þú veist, það hefur líka kannski áhrif. Ekki það að ég ekki að gera lítið úr því að kannski voru glöð að ég kom líka, en ég fann alveg fyrir því að það svona, já, þú ert með hvað mörg börn og það svona þessi þrá til þess að byggja upp samfélag og viðhalda ungu fólki þar innan. Ég fann alveg fyrir því. Mér þótti vænt það, sko, mjög vænt það. Það er oft talað atvinnan skiptir náttúrulega miklu máli sem þú nefndir sjálf til að fólk skili sér ungt fólk eftir nám tilbaka, að það hafi atvinnu við hæfi. Hvaða svona aðrir þættir haldið að skipti máli í því? Ég held klárlega að skipti máli þessi félagslegi þáttur. Það er að segja, þú ert ekki alltaf í vinnunni, ekki allan sólarhringinn, þannig að þú átt þinn frítíma og þín áhugamál og ég held að þú þurfir alltaf að finna þér einhvern sálufélaga þar sem þú býrð til þess að geta deilt þessu með og það þarf ekki endilega að vera fjölskyldan þín, vinirnir verða svo mikilvægir og þessi vináttutengsl og þegar ég kem tilbaka þá er raun og veru sú kynslóð sem ég kynnist upp á nýtt sem ég þekkti áður en ég fór, það var kynslóðan á dvalarheimilinu, á Dalbæ og þar leið mér eins og ég væri bara komin heim hjá öllu gamla fólkinu af því þetta var fólki sem ég þekkti þegar ég var barn en þannig að ég þurfti í raun og veru að finna mér leið í gegnum öll hin lögin í samfélaginu. En þér líður vel og ykkur báðum núna að vera komnar heim aftur og verður kannski ekkert að hugsa að fara tilbaka eða burtu aftur, en hvað er svona kannski að lokum hægt að gera í þessu? Eru stjórnvöld eða þau að gera eitthvað til þess að hvetja fólk til að koma heim aftur og halda því heima eða bara við sem samfélag, hvaða lausnir sjáu því til að halda fólki heima sem kemur heim? Já, það er stórt að spyrja. Ég held að þetta sé bara bland af mjög margum þáttum og margt af því sem hún einmitt nefnir, en ég held að forsendan fyrir því að fólk hugsi sér að flytja aftur heim, sérstaklega með menntun, sé einmitt að það sé eitthvað í boði, bara einmitt félagslegt, atvinnutengt og líka bara, ég meina eins og á Dalvík þá erum við með rosalega fallega náttúru og mikið og fallegt útivistarsvæði, það er margt sem hægt að gera og leið og finnur sér það einhverjum svona möguleika í því að ég held bara einhvern veginn að hugsunarhátturinn sé að breytast með landsbyggðina, það er einhvern veginn þú ert ekki bara að fara í einhverju einangrun þegar þú ferð út á land. Þetta verður einhvern veginn meira bara svona, mér finnst eins og ég hef komist að einhverju leyndamáli sem engin annar veit. Að ég geti, mér finnst svona eins og ég geti fengið allt. Ég geti fengið allt sem ég vil á Dalvík, svo geti líka farið til Reykjavíkur og verið eins og ferðamaður þar. Gert allt sem ég langar að gera, ég þarf ekki einhvern veginn að vera í stressinu og ég bara hitti alla sem ég langar að hitta, eitthvað svona. Þannig að ég svona fyrst eftir ég kom heim, þá var ég alveg, ætti ég að segja fólki frá? Hér með gerur það allavega, þannig að við skulum bara hvetja fólk til að flytja til Dalvíkur eða hvert sem það vill náttúrulega. Heyrðu, Björk Hólm og Anna Dóra, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Og þá ætlum við aðeins að skipta kúrs, en eins og ég nefndi áðan þá var alþjóðlegur baráttudagur kvenna á miðvikudaginn og ég skellti mér í Háskólann á Akureyri þar sem var haldinn baráttufundur þar sem þemað var líðan ungs fólks og ég ræddi við 2 af fyrirlesurum fundarins.